fyrsti maðurinn í sögunni til að skreyta kirkju að utan. Ætlar hann að brjóta hurðina með hamri? Komdu að sjá. Hann hét Martin Luther og fæddist á litlum stað sem heitir Eisleben. Foreldrar hans voru upphaflega verkamann, en með stöðugri vinnu náðu þeir að eignast litlan kópernámi. Vissulega getur þau náð árangri með mikilli vinnu. Foreldrar Luther voru mjög strangir við hann og það skipti miklu máli að hann menntaðist. Eins og foreldrar minnis. Þau sendu hann í skóla í Stórborg. Foreldrar hans voru mjög ákafir kaþólskir trúmenn og ýttu þau að Luther færi í háskóla til að læra lögfræði. Eitt sinn laust elding næstum Luther. Á öryggsstundu hrópaði hann til stýringsins: Heillagra Anna. Heillu Anna, bjargaðu lífi minnu. Ég til í að verða munkur. Upp frá því gekk hann inn í klaustur og gerðist munkur. Í námsferlinu hugsaði Martin Luther oft hvernig hann gæti þóknast Guði og öslað hjálparæði. Svo hann eyði miklu tíma í að íþrast í von fyrirgefningu. Að lokum var hann prestur. Tímamót urðu í ferð Martin Luthers til Rómar. Á þeim tíma sá hann í Róm að fjárhagur kaþólsku kirkjunnar var í vandræðum vegna dýrar byggingar Péturskirkjunnar. Til að létta á fjárhagsvandanum tók páfagarður upp aflátsbréf sem þýðir að það hægt að nota peninga til að borga fyrir allar syndir og jafnvel hinir dánu geta borga fyrir syndir sinnar og forðast kvalir hreinsunareldsins. Eftir heimkomuna frá Róm fór Luther að hafa meiri og meiri efnasemdir fullyrtingar kirkjunnar. Af hverju getur fólk notað peninga til að endurleysa sál sína? Hvers vegna hafa orð páfans meiri vægi en Biblían? Þess vegna ákvað Luther að halda áfram að leita að Guði og hugsaði stöðugt hvernig ætti að fela dóm Guðs. Til þess að finna þetta svar hugsaði og rannsakaði hann alla daga og nætur og loks kom hann að niðurstöðu. Guð sanngjarn og syndari hólpinn vegna gjafar Guðs, en ekki á að treysta á persónulega hegðun. Upp frá því taldi Luther að kristin trú byggðist á 4 atriðum. Í fyrsta lagi Biblían eina viðmiðið. Í öðrum lagi fá kristnir mann réttlæti aðeins fyrir miskunn Guðs, ekki með kærleika. Í þriðja lagi frísækti Jesú fyrir syngir fólks með því að deyja á krossinum. Hann brúinn frá jörðu til Guðs. Í fjórða lagi trúin mikilvægust og á því byggir kristilega líf. Þess vegna trúði Luther að fólk gæti tala bein við Guð og þyrfti ekki lengur prest sem mikill líf. Og kirkjan ætti ekki að vera ofar Biblíunni. Upp frá því byrjaði Luther að skrifa margar greinar og hugmyndir hans voru prentaðar sem leiddi til þess að fólk fór að hugsa á nýja hátt trúarbrögð staðar. Luther var staðráðinn í að breyta kirkjunni og aflátsbréfinu sem voru víðfegar landið. Þótt honum aflátsbréfin mjög slæm svo hann ákvað að byrja að gagnrýna þau. Árið 1517 birti Luther 95 greinum sínar þar sem hann gagnrýndi kirkjuna og setti þær á norðsta dyr kirkjunnar í Wittenberg-höllinni. En vegna þess að afgerðir Luther höfðu áhrif á hagsmuni kirkjunnar. Snemma árið 1521 var hann bandferður og beðið að draga kenningar sínar tilbaka. Luther gaf sig ekki og var fyrir dæmis sem litlu trúarmaður og skipað var að handtaka hann. Friðrik III af Þýskalandi reyndi eftir fremsta megni að tryggja lífsöryggi Luthers og sendi hann strax til Wartburg og þar þýddi Luther Nýja testamentið á þýsku, svo verulegir Þjóðverjar gætu skilja Biblíuna. Á þessum tíma urðu siðaskiptin algengari og leiði jafnvel til marga róttækari aðgerða. Þess vegna var Luther að snúa aftur til Wittenberg til að koma á jafnvægi. Að lokum, í gegnum siðaskiptin, klofnaði trú Þýskalands í 2 fylkingar. Þessi klofningur á milli mótmælenda trúar og kaþólskir trúar réði lengi sögu Þýskalands.
Árið 1525 giftist Luthers Katharinu von Bora, nunnu som hafði slopið úr Kristus. Eftir hjónaband eignuðust þau 3 syni og 3 dætur, en því miður komust bara 4 börn þeirra upp. Árið 1542 dó upphaldsdóttir Luthers, Magdalena úr veikindum, sem var mikið áfall fyrir hinn aldraða Luthers. Á þeim tíma dvaldi hann á barmi veikinda til 1546. Þegar Luther fór til fæðingarstaðar síns, Eisleben, til að miðla deilum meðal aðalsmenn á staðnum. Árið 1546 dó Luther í Eisleben. Hann var 63 ára gamall.